Við ætlum að enda föstudagsþáttinn á tónlist að vanda og hingað til mín eru komnar tvær ungar tónlistarkonur úr tónlistarskóla Eyjafjarðar. Það er Járnbrá Karítas Guðmundsdóttir píanóleikari og Eva Líne Reykdal sellóleikari. Verið velkomnar í þáttinn, stelpur. Takk fyrir. Gaman að fá ykkur hingað. Segðu mig, eru þið búin að vera í tónlist lengi? Ég er búin að vera síðan í fyrsta bekk. Já. Að æfa píanó. Hvorki meira en í minna og þið eru konar upp í menntaskóla núna, þannig að það er orðinn dálítill tími. Já. En þú? Sko, ég byrjaði að spila selló elstu deild í leikskóla, þannig að ég er búin að vera 14 ár spill. Já, ekki nema. Nei, svolítið lengi. Og funduðu strax ykkar hljóðfæri? Þú veist, þú píanó og þú selló, eða byrjuðu þið annars staðar? Ég æfði sko líka á flautu í 2 ár, frá 5. til 7. bekk, en píanóið er alltaf meira svona mitt svæði, held ég. Já. Já, mamma valdi þetta eiginlega bara fyrir mig Já. og ég er mjög þakklátt fyrir það. Já. Þannig að, þú veist, og þetta bara svona hendaði mér einhvern veginn. Það bara svona, Já, bara small saman mitt. Og já, hef líka eftir píanó. Já. Bara svona að mér langaði það og svo bara fjaraði það út og ég hélt áfram með sellóið. Með sellóið? Já. Einmitt, og þetta er samt bæði hljóðfæri, bæði píanó og sellóið eiga það samt sameiginlegt að vera svona tilfinninga og blæbrigðar rík hljóðfæri. Þannig að þetta gera margt með þeim einhvern veginn, kannski meira heldur en með flautuna. Þó að flautan sé frábær á sinn hátt líka, ég ætla ekki að gera lítið úr því. Það er að þeir flautuleikarar heim í stofa með brjálaðir og ég sé með einhverja blammeringar hérna út í flautuleikara. En hvernig tónlist eru þið svo aðalega að spila? Eru þið að semja ykkar eigin tónlist eða bara takið þátt í alls konar verkefnum? Sko, ég byrjaði alltaf á klassísku námi og var í því alveg fram í 10. bekk. En svo skipti ég kennara og þá fór þetta að vera meira áhersla á svona rytmíska tónlist og eitthvað svona sem ég hef meira áhuga á. Já. Þannig að svo bara er maður alltaf að spila heima sér sem mann dettur í hug og bara leika sér, sko. Auðvitað. En þú? Já, ég hef verið aðallega í svona klassísku námi. Þess að við erum með svona prógram sem kallast Suzuki nám og ég hef bara verið í því sem er svona ákveðin kennslu aðferð og svoleiðis og bara klassískt nám. Þannig já, ég er aðallega bara í klassísku. Já, einmitt. Enn sem komið er allavega. Svo náttúrulega veit maður ekkert hvert að vegirnir leiða mann einhvern veginn. Maður getur alltaf farið að fikta við að semja sjálfur eða bara gera það sem manni dettur í hug þegar maður hefur svona góðan grunn eins og þið hafið. Og þið ætlið að ljúka þættinum á því að spila Your Song eftir Elton John og það ætlaði að vera með einhver söngkona sem að mér forfallaðist en við náttúrulega látum það ekkert stoppa okkur og ég ætla bara að gera svo frækkur að gaula þetta með ykkur. Það verður svona áhættu atriði. Já, þetta verður bara gaman. Já, er það ekki? Ég meina, við bara sjáum hvað gerist. Þetta er fallegt lag og gaman líka, þetta er lag sem á sérstaklega vel við að hafa píanó og selló saman. Þannig að ég hlakka til að heyra ykkur spila það. Við getum spjallað í allan dag um tónlistin, tíminn er bara eiginlega hlaupinn frá okkur, þannig að við bara förum að koma okkur fyrir og í þetta áhættu atrið sem er Your Song í okkar útgáfu. Takk fyrir að koma í þáttinn, stelpur, og gangi ykkur vel. Takk fyrir. Og við ætlum að koma okkur fyrir, eins og ég segi, og við ætlum að freista þess að spila Your Song eftir Elton John og Bernie Taupin og við skulum bara sjá hvernig það fer. Gefum okkur 10 sek. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, yeah, this one's for you. Tell
everybody that this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. I sat on the roof and kicked off the moss. Well, a few of the verses, well, they got me quite cross, but the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you, they will keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody that this is your song. Quite simple, but now that it's done, hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is. Now you're in the world. Hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in how wonderful life is. Now you're